Nú verður flutt leikritið með öðrum morðum. Svakamála leikrit í óheyrilega mörgum þáttum eftir dúk og disk. Ég vil einnig nota tækifærið og þakka öllum þeim sem sýndu mér hlýhug og vinarþel á 50-afmæli mínu 18. janúar síðastliðinn. Og þau fjölmörgu skeyti og gjafir sem bárust. Fjórði þáttur, morðaleikur. Það frumsýningarkvöld. Meðal gesta í myrkvuðum leikhússalnum eru menntamálaráðherra og frú, ráðuneytisstjórar ásamt eiginkonum sínum, erlendis sendiherrar, og við, áberandi fólk úr atvinnulífinu, fjölmiðlafólk, og við, fólk úr tískuiðnaðinum og skemmtanabransanum, og við, já, og Harry Rögnvalds einkaspæjari, ásamt aðstoðarmanni sínum Heimi Schnitzel. Og það var mikið. Þegiðu, Heimir. Hva? Þegiðu, þú truflar leiksýninguna. Hvað segirðu, Harry? Þegiðu! Ég ekki hafa svona hátt, Harry, og trufla leiksýninguna. Þú konfekt, Harry? Nei. Og það rosalega gott. Hættu þessu, Heimir. Hvað ég? Hættu að háma í því þetta konfekt. Þetta skrjáfi svo rosalega pirrandi. Ok, Harry. Þú veitu súkkulaði úr sínum? Ég sagði þér að hætta þessu. Já, ég líka hættur að geta konfekti. Heimir! Þú mátt ekki hafa svona hátt, Harry. Svo rosalega pirrandi. Eftir hvernig þetta leikrit, Harry? Shakespeare. Shakespeare? Heldur að koma að neyðist þegar sýningin búin? Heimir, hann dauður. Dauður? Já. Er Shakespeare dauður? Já, Heimir. Komdu, Harry. Við megum engan tíma að missa. Hvað? Við þurfum strax að fara og rannsaka þetta. Ekki að fá að horfa sýningunni í friði, ég þegja þetta. Hei, Harry. Ég held ég sé orðið blindur. Akkur heldur það? Að ég sé ekki neitt. Það ekkert skrítið, fíflið. Ljósin eru slökkt. Jón, ég sá leikarina rétt á það. Já, en nú búið að slökkva ljósin á sviðinu. Slökkva ljósin? Já. Við látum ekki dobla okkur svona, Harry. Hvað meinar þú? Þurfum ekki að borga morðfjár fyrir leikhúsmiða, svo slökkvaði bara ljósin og það sér ekki raskat. Við heimtum að fá endurgrið. Það á að vera svona, fíflið þitt. Þeir slökkva ljósin á meðan þeir eru að skipta svið. Ég skil. Góðir leikhúsgestir, ég verð því miður að tilkynna ykkur af óviðráðanlegum orsökum verður ekki hægt að ljúka þessari frumsýningu. Við biðjumst velvirðingar á þessu en bendum á að það er að byrja ágætis bíómynd í sjónvarpinu sem þið getið náð eða bara drífið ykkur heim í hvelli. Þegar Harry og Heimir heyrðu þessu tíðindi, runnu á þá tvær grímur. Harry, hvað hefur að gera við þessa grímur? Þeir létu sig berast með fólkströmmnum fram í andirið. Heimir, þetta í meira lagi dularfullt. Já, þeir hefðu ekki átt að slökkva ljósin. Akkur hætta þeir í miðri frumsýningu. Kannski var ekki vilja að missa myndin í sjónvarpinu. Skulum gefa okkur á tal við einhvern áhorfandan. Fyrirgefðu. Já. Harry Rögnvalds heiti ég, einkaspæjari. Frímann Símonsson, gagnrýnandi hér. Hvað finnst þér þetta? Ég á bara ekki til orð að lýsa þessu. Ha? Mér finnst þetta lýsandi dæmi þvílíka smekkleysu að á öllum mínu ferli sem gagnrýnandi hef ég aldrei orðið vitni að öðru eins. Hvað ertu að tala? Þetta leikrit? Hamlet? Nei, með öðrum morðum. Hér augljóslega byrjandi verkaferðinni. Það leynir sér ekki að höfundar hafa alls enga tilfinningu fyrir byggingu leikverka. Atburðarásinn sundurlaus og persónur litlausar, flatar og ótrúverðugar frá hendi höfunda. Textin stirður og lítt sannfærandi og á köflum fannst mér sem betur hefði mátt aðlaga íslenskum aðstæðum. Hér sem sagt svo meingalla verk að ræða að ég get ekki nokkru móti séð hvaða erindi það á við hlustendur. Og ekki verið frammistaða leikarana til að bæta úr þessum göllum. Karl Ágúst Úlfsson í hlutverki Harry Rögnvalds nær ekki nokkrum tökum á hlutverkinu, enda ekki við því að búast. Sigurður Sigurjónsson fer með hlutverki Heimis Schnitzels og tekst ekki á nokkur tátt að sýna þá mannlegu ángist og dýft sem að hlutverki býður upp á. Raddbeitingu Sigurðar einnig nokkuð ábótavant. En þó kastar fyrst tólfunum þegar að Örn Árnason birtist sem Frímann Símonsson gagnrýnandi. Það engu líkara en Örn hafi einsett sér að gera gagnrýnandann að fífli. Ég meina, hlustið bara á hvernig hann leikur mig. Ég hef aldrei vitað hann eins. Þetta skandall. Þegar hér var komið sögu, voru Harry og Heimir löngu komnir á bakvið sviðið í leit að upplýsingum. Harry Rögnvalds, einkaspæjari hér og þetta Heimir Schnitzel, hinn hundtryggi aðstoðarmaður minn. Þegiðu, Heimir. Ok. Gott kvöld. Geturðu sagt okkur hvað gerðist? Já, fer út til vinstri. Hver? Hamlet. Ég skil. Hvað svo? Æ, veistlingsjórik, ég þekkt hann. Þekktirðu hvern? Ég yngur farinni sem ég kist. Ég veit ekki hvað oft. Já, við skulum ekki fara út í persónuleg mál. Hvar nú hásklósunar, æslinn, söngvarnir, öllir leifndu. Fyrirgefðu, hver ert þú? Ég hvíslari. Komdu, Heimir. Ég að koma, Harry. Við skulum koma niður í matsal og kanna málið. Eða eins og sögumadurinn myndi orða það. Harry og Heimir héldu niður í matsal að kanna málið. Nei. Harry,
Sérðu hverju er hana? Hvar? Það er borðið. Ha? Það er Karl Ágúst og Siggi Sigurjóns. Já, það er rétt hjá þér, Heimir. Komdu, tölum við þá. Heldur að þeir viti eitthvað? Nei, nei, við langar bara til að spjalla aðeins við þá. Af hverju? Af því að þeir leika okkur. Já, þú meina það. Afsakið, megum við aðeins trufla? Já, alveg svo svart. Ég er Harry Rögnvalds einkaspæjari og þetta er hinn hundtryggi aðstoðarmaður minn, Heimir Schnitzel. Segðu mér, Karl Ágúst, nú leikur þú mig í þessum þáttum. Já, einmitt. Getur þú ómögulega leikið mig svolítið betur? Hvað áttu við? Já, ég meina, ég er ekki alveg nógu hress með það, hvernig þú leikur mig. Akkur er ég til dæmis hafðu svona hás? Og akkur er ég alltaf að æsa mig svona? Akkur er ég alltaf að öskra, Heimir! Varst að kalla mig, Harry? Þegiðu. Sko, mér finnst þetta bara ekki nógu gott. Já, mér finnst alveg nógu vel leikið mér að við kaupið sem ég fæ fyrir það. Nú annars getur þú bara fengið einhvern annan til að leika því þú ert ekki ánægður. Nei, ég ætlaði ekkert að fara að gera leiðbútt að þessu. Siggi? Já. Sko, ég var að spöglur í einu. Sko, mér finnst þú leika mig svolítið vittlausan. Já, ég leik þig bara eins og stendur í handritinu. Og er ég þá svona vittlaus í alvörunni? Já. Ég skil. Nei, ég var bara að spöglur svona. Já, Heimir, við mögum ekki vera að þessu. Já, meðan ég mann, vitið þið hvað gerðist núna á sýningun áðan? Nei, ekki almennilega. Ljósin fóru bara allt í einu og þegar þau kviknuð aftur þá var eitt leikarinn horfinn. Nei, hvað það er nú alveg óþarf að dúndra mann svona tónlist núna. Við erum bara að spjalla saman hérna í rólegheitum. Ég skil. Einn leikarinn hvarf sem sagt. Já, þið ættu kannski að tala við ljósamanninn. Við ljósamanninn? Já, hann er þarna í horninu. Já, við þurfum að drýja okkur. Komdu, Siggi. Ok. Fyrirgefðu, ég er að koma. Var hann að gera hann grína mér, Harry? Þetta meir ekki nokkur átt. Það er nú alltaf gaman að hitta svona þræga leikara. Ekki eins og að Kalli væri svona nýti. Nei, heldur þetta sé nokkur hemja. Ég meina, ég er tildulega hávaxinn og myndalegur og sjarmerandi maður. Svo láta þér þennan titt leika mig, þetta er fáránlegt. Já, verð ekkert að spöglur í því, Harry minn. Jæja, það er best að við tölum við ljósamanninn. Já, tala þú við ljósamanninn. Ég skal tala við dökkamanninn. Heimir. Það kalla mig, Harry. Hvað ertu búinn að vinna hérna lengi? Já, alveg síðan í morgun. Nei, ég meina, ertu ekki fastur starfsmaður hérna? Nei, ég er ekki fastur. Ég get staðið upp og valsa hér allt. Enda er ég farinn. Verið sælir. Nei, býttu augnablik. Segðu okkur hvað gerðist á sýningunni í kvöld. Já, sko, leikriti gerast í Danmörku og fjallar Hamlet, Anaprins og Ófilju og það byrjar semst á því að... Ég var nú ekki að spyrja því. Nú leiður að halda áfram, Harry. Mér langar til að vita hvernig þetta endar. Þegiðu, Heimir. Ok. Ég var að spyrja leikarann sem hvarf. Ó, já, það hlaut að koma því að eitthvað alvarlegt gerðist. Nú lék hann þar svona illa. Já, að vísu, en þó fólk leiki illa, þá nú alla ástæð til að slátra því. Nefna kannski blöðunum, en það væri víst fáir leikarar eftir hérna við húsið ef þeim væri kálað fyrir að leika illa. Já, ég veit nú allavega tvo sem að vera löngu dauður. Og hver eru það? Og þeir sem að leika okkur. Þegiðu. Ok. Jæja, þá er ég farinn og ég kem ekki hér inn fyrir dyr framar, sælir. Blessaður. Nei, býtu. Akkur leikur þið svona mikið á? Af því að það er eitthvað hrikalegt að gerast hér í leikhúsinu. Bless og bless. Já, blessaður. Já, þegiðu, Heimir. Má maður kveðja manni? Býttu augnablik. Hvað heldur að sé á seiði? Ég veit ekki, en maður hefur séð ýmislegt á sveimi. Eins og hvað? Já, eins og til dæmis menntamálaráðherra og frú og eitt og annað. Og svo náttúrulega drauginn. Drauginn? Já, leikhúsdrauginn. Það er reynt hér í leikhúsinu. Reynt? Þú meina reymað? Nei, reynt. Harry, á maður ekki að segja reymað? Ég meina ekki segja maður, ég hef reynt skóna minni. Þegiðu, Heimir. Nú, ég var nú bara að spöglur í þessu. Og núna í kvöld fóru ljósin allt í hennu fyrirvaralaust og ég reyði ekki neitt við neitt. Og meðan ég var að bisa við að koma þeim aftur á, þá hvarf Tryggvi sporlaust. Og hefur hann horfið áður? Nei, en ég er vissum að áhorfundur hafa oft óskað þess. Jæja, ég er farinn. Ég verð ekki hér stundina lengur, ég þolit ekki. Ég meina, þetta er svo viðbust þetta, það er alveg að fara með mig. Það er að segja upp út af reymleikunum. Reymleikunum? Nei, mér er fjandasam með þá. Ég var að tala fæði hérna í þessu mötunni. Þetta er algjört ógeð, viltu smakka? Hvað er þetta? Fiskisúpa. Nei, takk. Ég verði sælir. Blessaður. Harry, Já, Heimir. má ég kveðja núna? Ha? Alltaf þið reynda að kveðja náðan, þá sagður mér að þegja. Heimir. Jæja, það er hvort sem er orðið á seint að kveðja. Hann er farinn. Ég var að spöglur í einu, Harry. Já? Og rosalega í fegin að það var ekki Siggi Sigurjón sem hvarf. Ha? Já, því að þá væri hann ekki að leika mig núna. Í þröngri og ríkfællinni kompu í kjallara leikhúsins situr gráharður lágvaxinn mannvera við dauft lampaskinn og bladar í gulnaðri bók. Þetta er húsvörðurinn og nú lá leið þeirra Harrys og Heimis á fundans. Því oft er það holt sem aldnir kveða og sjaldan er ein báran stök. Því oft er í holti heyrandi nær
og hver sinna gæfu smiður, enda sjaldan flas til fagnaðar, þó að oft megi satt kyrrt liggja og enginn sé annars bróðir í leik og... Hvers konar þvæla þetta handrit eiginlega? Það verður að fela þessa málsháttabók svo þessir höfundar komist ekki í hana. Haltu áfram! Já, Harry og Heimir fóru að hitta húsvörðinn, því þeir töldu að hann vissi lengra en nef hans næði. Náði? Nei, næði. Nú þekkir þú leikhúsið út og inn. Hvaða leikhús? Þetta hérna. Nei, ég fer aldrei í leikhús. Ég hef ekki farið í leikhús síðan ég var krakki. Þá fór ég að sjá eitthvað barnaleikrit og fannst það ekki sérstaklega gaman. Og síðan hef ég bara ekki komið í leikhús. En þú vinnur hér í leikhúsinu? Í leikhúsinu? Nei, ég hef vinn hjá sambandinu og búinn að gera það alla mína hundstíð. Vinnur hjá sambandinu? Nei, það er sonur minn. Hann vinnur þar og líka bara alveg ljómandi þér. Og hvað gerir sonur þinn? Sonur minn? Ég hef enga son. Ég er barnlaus. Nú, mér heyrðist þú segja að sonur þinn inni hjá sambandinu? Já, nei. Það eru dætur mína þær. Það er búið á Hvammstanga. Ég er búinn að vera á sambandinu síðan sonur minn fæddist. En hvað þá með leikhúsið? Nú, það er mitt líf og yndi. Ég þekki ekkert annað. Ég er búinn að vinna í leikhúsinu í bráð 50 ár. En varstu þá hjá sambandinu áður en þú byrjaðir hér? Nei, ég hef aldrei unnið á sambandinu. Nei. Ég var bara í búðinni. Og varstu lengi í búðinni? Ég ætti ekki verið svona hálftíma. Það var svo mikið trafík sjáður, sko, margir að vesla. En hefurðu orðið var við eitthvað dularfullt? Já, ekki get ég neitað því. Það hefur eitthvað meira en lítið undarlegt verið að gerast hjá sambandinu, alveg frá því ég byrjaði. En þú vinnur í leikhúsinu? Nei, það var miklu fyrr, sko. Það var rétt eftir ég kom frá Noregi, sko, frá námi. Varstu við nám í Noregi? Nei, ég hef aldrei komið til Noregs. Og þess er ég alveg ómenntaður. Ég er rétt kláraði barnaskólanum og fór svo að vinna hér í leikhúsinu. Þetta hefur greinilega ekkert upp á sig, Heimir. Þetta er nú ansið fróðlegt, Harry. Það er alltaf gaman að tala við gamla menn sem að muna tíman að tvenna. Það er ekki nema eitt að gera. Við verðum hér í leikhúsinu í nótt. Guð hjálp ykkur, drengi mínir. Hvað? Ég ætla bara að biðja ykkur eitt. Já? Hvað sem þið gerið, þá megið þið ekki. Þið megið bara alls ekki. Hvað sem þið gerið. Já, út með það. Hvað? Þið megið ekki fikta við bókhaldið. Það hefur margur farið flatt á því hérna hjá sambandinu. Nóttin skall á og myrkrið grúði verið mannlausu leikhúsinu. Þeir Harry og Heimir gengu eftir dimmum göngum í leit að einhverju grunnsamlegu. Rosalega draugalegt hérna, Harry. Hafðu eyrun hjá þér, Heimir? Já, þau eru hérna. Nei, þau eru ekki hérna. Guð, Harry, hvað eru eyrun á mér? Ég er búin að týna þau. Brettu niður kragan á frakkanum þínum fingurð. Já, hérna eru þau. Það er fátt eins drungalegt og mannlaust leikhús á næturþeli og allt í einu. Hvað, Heimir? Ég fekk sjokk. Hvernig þá? Svona. Já, hvers vegna, Heimir? Hvers vegna? Sást ekki manninn sem að hljóp þarna eftir ganginum? Nei, hvert fór hann? Hann beygði þetta inn til vinstri. Ég skil. Heimir, við erum ekki einir. Nei, ég veit það. Tæknimaðurinn, hann situr hérna. Heimir, þetta hefur verið draugurinn. Fyrirgefið þig, átt ekki að koma tónlist hér? Fyrirgefðu, viltu taka síðustu setningun aftur? Já. Heimir, þetta hefur verið draugurinn. Komdu, Heimir, við eltum hann. Trúir þú á drauga, Harry? Akkur spyrðu? Nei, ég var bara að spökulera. Nú, í hverju varst að spökulera? Sko þessi gangur sem við erum á núna. Já. Sko þessi gangur sem við erum að labba eftir. Já, Heimir, út með það. Sko þessi gangur hérna. Já. Heldur ekki þið verið að þetta sé draugagangur? Heimir, þú gengur að mér dauðum. Já, en þá fengjum við nýtt mál til að rannsaka. Heyrðuðu þetta, Harry? Hvað var það? Ég var að ropa. Nei, sjáðu. Hérna er búningasafnið. Við skulum líta hér inn. Nei. Sjáðu alltaf búningana, Harry. Til hvers heldur það búningasafn sé, fíblið þitt? Ég skil. Veistu, Harry, mig hefur alltaf langað til að vera leikari. Þeir fá að vera í svona æðislegum búningum. Ég ætla aðeins að máta. Nei, Heimir, við höfum engan tíma til þess. Jó, býta þig, ég hef enga stund. Veistu hvað þetta er? Þetta er Ríkharður III. Já, rétt. Býtu. Komdu, Heimir. Hver er þetta, Harry? Þetta er Lína Langsokkur. Já, rétt. Býtu, ég ætla að fara í eitt búning enn. Okkur liggur á, Heimir. Já, svona. Hver er þetta, Harry? Æ, hættu þessu, Heimir. Gælt upp. Ég ætla að gefa vísbendingu.
Réttu mér atgerinn, Ketill. Já, þetta er Gunnar á Hlíðarenda. Þetta er Gosi. Já, og þá standa stigin þannig að Harry Rögnvalds hefur hlotið 2 stig og bara einni viðbót, Harry. Æ, Heimir, en hver er þetta, Harry? Þetta er Mikki refur. Þetta var virkilega vel leikið hjá þér, Heimir. Ég bara þekkti þig ekki, Heimir. Hvert fórstu, Heimir? Hver er þetta, Harry? Æ, Heimir, nú nenni ég þess ekki lengur. Já, en hver er þetta? Hættu þessu, Heimir. Nei, Harry, hver er þetta? Sjáðu. Jæja, þá. Þetta er Lilli Klifurmús. Já, hún akkur er að bundin og keflaður. Vegna þess að ég batt hann. Svo þið fundu mig þóttir allt saman, bölvaðir, snurraðir. Hver er þú? Ragnar heiti ég, Nilsen leikari. Ég hef aldrei heyrt þín getið. Þú þarft ekki segja mér eitt um það. Það hefur enginn heyrt mín getið. Ég er óþekktasti leikari allra tíma. Munið eftir leikritrinu Sperrill. Já, lékst þú í því? Nei, munið eftir leikritinu Tannköst tengdamamma. Já. Ég leik ekki í því. Munið eftir Vekjaraklökkunni. Já. Ég leik ekki í henni. Munið eftir Maðurinn með hattinn. Já, þú er náttúrulega ekki leikið í því leikriti. Jú, ég leik hattinn og hann týndist strax í fyrsta atrið og fannst ekki meir. Munið eftir Allt í grænum sjó. Nei. Ekki ég heldur, það var löngu fyrir mína tíð. Og í eina skipti sem ég leik í útvarpinu þá leik ég andlit á glugga. Ég var að loka svo kvektur á að fá ekki leikan eitt að jákvæða einangra mig. Hvernig þá? Með steinull. Já, fer það ekki illa með húðina? Alveg svakalega, viltu sjá? Oj, bara. Ég settist að hér á búningasamninu og fljótlega fór fólk að halda að ég væri draugur. Og hér, innan alla búningana hef ég leikið hvert aðalhlutverki á fætur öðru á hverju kvöldi og unnið glæsilega leiksögur í hvert einasta skipti. Ég kann allar einræður leikbókmyndana utanbókar, en minn stærsti draumur hefur ekki enn ræst. Hann átt að rætast í kvöld, en það er að leika Mikka ref. Það eina sem komið hefur í veg fyrir að það tækist var að það er ekki hægt að leika Mikka á þess að hafa Lilla Klifurmús. Þess vegna nam ég Tryggva á brott á frumsýningunni og þess vegna liggur hann þarna bundinn og keflaður. Ég skil. Og svo komið þið, bjefítans apakettendir, og ætlið að eyðileggja allt. En eitt skuluð þið vita, að þið sleppið aldrei hérðan lifandi. Hvað ætlar það að gera við okkur? Þið verðið hér hjá mér áfram. Ég get vel notað ykkur í smærri hlutverk. Og við byrjum strax. Leysiði Lilla Klifurmús. Við verðum að gera eitthvað, Heimir. Ég veit það. Við höfum að leysa Lilla. Ég meina, við verðum að finna ráð til að sleppa hérðan. Af hverju? Mig hefur alltaf langað til að leika. Drífið ykkur að leysa hans sýningi fyrir að byrja. Hugsaðu þér, Heimir, að eyða því sem eftir er ævinar í að leika fyrir brjálar gamalmenni. Ég ætlum við fáum að leika Skuggasvein, Pallleika Ketill. Ó, Heimir. Tryggvi, þú leikur Lilla. Harry leikur tríð. Heimir leikur köngulinn sem Lilli kastar í Mikka og ég leik Mikka. Tryggvi, klifraði upp í Harry. Upp í hann? Ég meina upp í tríð, fíblið þitt. Gott, gott. Og þá byrjum við það. Láttu ekki á þetta ekki að ég sé því vel. Ég í drauma höll og dagana litlar mísum löndin öll liggja nú Sigur ró og djúp og dal dýr til hvílu ganga einnig sofna skolli skal með skottið undir vanga. Ég trúi þess ekki. Hann sofnaði. Þetta kallar maður að lifa sig inn í hlutverkið, Heimir. Heimir. Vaknaðu, Heimir. Og þannig endar sagan af vonda leikaranum. Leikhúsdraugurinn svokallaði fekk makleg málagjöld og endaði á hæli fyrir ofleikara. Tryggvi leikari lék Lilla Klifurmús allt til dauðadags og lét loks lífið í músagildru. Harry og Heimir lifðu vel og lengi og héldu áfram að upplýsa dularfulla glæpi á hverjum sunnudegi klukkan 1. Og Karius og Baktus enduðu lengst út í hafsauga. Því Jens var svo duglegur að busta tennurnar. Því ef allir hjálpast að, þá fer allt vel að lokum. Þetta var 4. þátturinn frá Svagamálaleikhúsinu, Morðaleikur. Sagan af Harry og Heimir. Höfundar og leikendur Karl Ágúst Úlfsson, Sigurður Sigurjónsson og Örn Árnason. Missið ekki á næsta þætti
Strax að loknum hádegisfréttum á morgun klukkan 12:20. Þá leikum við Svagamála leikritið Má ég eiga við þig morð, hér á Bylgjunni.